Svandís, hvernig eru bara tilfinningarnar eftir hennar leik? Manni líður svona eins og maður hafi tapað. Við töpum eiginlega bara 2 stigum, náum ekki að klára leikinn og já, bara svekkjandi. Lýstu þessu marki sem þú skorar fyrir okkur? Bara frábær sending frá Karó, eða ekki, jú. Og já, ég tek bara hægri bakvörðinn 1-1. Ég veit að hún er ekki bakvörður á upplagi þannig að ég kvarta bara inn og setja hann nær. Varstu eitthvað búin að skoða það? Hún var ekki bakvörður? Já, Sæti spila með henn og sagði mér hún er miðjumaður þannig að ég ætti bara að keyra á hana. Ég man líka eftir að hún var í þessar stöðu líka í síðasta leik og maður finnur alveg hún er ekkert örugg þar þannig að já. Svona farið með 1-0 inn í hálfleikinn og voru sannlega færi til að skora fleiri mörk í þessum fyrirhálfleik. Já, algjörlega. 1-0 er mjög hættuleg staða til að vera í og já, þær koma bara mjög aggressív í seinna hálfleik og skora og mér fannst það eiginlega bara sanngjarnt að þær skori fengu líka fullt af færum. En já, auðvitað bara svekkjandi að þetta hafi komið svona seint, þá líður manni bara eins og þetta hafi verið 2 töpustig. Þessi hælspyrna hana áður en það skora, hversu svekkjandi var að sjá að hún datt ekki? Mér fannst það bara heimskulegt þegar ég hafi gert þetta. Já, þú veist, ég leit ekki upp og ég veit ekki hvort einhver hafi verið laus fyrir þann teik. Maður skorur ekki oft svona mörk, þannig að það var eiginlega bara illa að fara með gott færi. Það var samt alveg heldur nálægt því. Já, það var það, ef hann hefði endað inni að þetta hefði verið stórkostlegt, skilur, en já, maður skorur ekki oft með baki í marki. En þið, eins og segir, þið lítið bara á þetta sem 2 töpustig, þið voru yfir eiginlega mest allan leikin. Já, akkurat, ég skorur á 80 og eitthvað, ég veit ekki. Já, bara leiðilegt að þetta hafa farið svona, ég meina 1-1 á móti Noregi á útivelli er ekkert slæm úrslit þannig séð, en þegar maður er 1-0 yfir svona lengi þá er þetta mjög svekkjandi. Næst Frakkland heimavelli, fyrsti leikurinn á nýja Laugardalsvellinum, hvernig bara leggst það í? Bara ógeðslega spennt, maður sér myndir og lítur ekkert eðlilega vel út. Já, vonandi koma bara sem flestir á leikinn og styðja okkur til sigurs. Þetta er mjög mikilvægur leikur fyrir okkur. Vitum að allt er hægt. Við getum unnið Frakka á mjög góðum degi, þannig að við verðum bara að gera okkar allra besta. Þetta er bara síðasti heimaleikurinn líka fyrir EM, þannig að fólk á bara gjör svo vel að mæta í stúkuna. Akkurat, við spilum ekki neitt annan leik fyrir EM þarna, þannig að þetta er kjörið tækifæri að koma og styðja okkur. Þetta sem þau gangu vel.